Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjertanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í þætti dagsins ætlum við að ræða flugheilsu. Já, þú heyrðir rétt, flugheilsu. Og við fáum kannski nánar útskýring á því hérna rétt á eftir. En hjá mér hún Jóna Björg Jónsdóttir sem Health Manager hjá Icelandair. Vertu velkomin. Takk fyrir. Gætirðu sagt okkur hvað flugheilsa svona í 1-2 setningum? Já, ég myndi svona kannski túlka það þannig að við þurfum aðeins að spá í hvernig við erum að hugsa heilsuna þegar við erum mikið á ferðalögum og mikið í flugi af því að umhverfið borð talsvert öðruvísi heldur en bara á jörðunniðri. Þannig að við þurfum aðeins að hugsa vel okkur og pæla í þessu hlutum. Til dæmis loftið borð bara mjög þurrt þannig að við þurfum að drekka mikinn vökva. Og passa þá kannski að vera ekki að drekka vökva sem að eykur vökvalósun. Til dæmis það ekki gott að vera að drekka mikið áfengi borð eða mikið kaffi. Okay. Ekki mikið að svona gosi af því að það þenst allt svolítið út. Við erum svona í þrýstingi í þessu umhverfi. En það alveg ástæða fyrir því að loftið borð í flugvélum svona þurrt. Það ég haldið þurru til þess að venda rafmagnsbúnaðinn. Okay. Komið veg fyrir tæringu og þar að leiðandi þá finnur fólk oft fyrir því svona daginn eftir að það vaknar svona svolítið stífla í nefinu og sumir segja að það verður alltaf veikt við að fljúga og halda að það sé svona grasserandi bakteríur og veirur alltaf í flugvélinni, einhver hóstar í fremstu sætaröð og það nái bara alltaf aftur í eða öfugt. En það ekki þannig, það alveg bara mjög góð loftræsting borð, með þess að 10 sinnum öflugri heldur en á jörðinniðri, en hins vegar þetta svona þurrt. Yeah. Og ég sjálfi til dæmis alltaf með líka nefnsprey, bara með saltvatni og jafnvel augndropa. Já, en ég leiði þér nú ekki að kynna þig almennilega, ef við byrjum að því, þú ert Health Manager, en starfa líka sem flugfreyja. Já, og ég hjúkrunarfræðingur líka. Þú ert hjúkrunarfræðingur. Já, og svona einhvern veginn, mín svona sjálfsmynd rosalega tengd við það. Einhvern veginn, ég ætla alltaf að vera hjúkrunarfræðingur og starfaði við það bara svona 8 ár áður en ég fór að fljúga. Og svo var það bara mjög svona mikið tilviljun að ég leiddist út í flugið. Okay. Og ég fann mig bara svona rosalega vel í því, en þarna næ ég samt svona að tvinna þetta saman af því ég hef svo mikið áhuga á forvörnum og heilsueflingu og svo leis og tók lýðheilsu vísindi eftir útskriftu hjúkrun. Af því ég var búin að svona vera svolítið mikið inn á spítulum og í heilbrigðiskerfinu. Mér fannst svo mikilvægt svona að byrgja brunnin. Það voru barnið þetta rónjan, þú veist, það að segja hlúa þessum forvörnum og ég held að mér finnst við vera svo mikið að slökkva elda í staðan fyrir að fyrirbyggja. Bara í öllu heilbrigðiskerfinu, sko. Já. En hvert það þitt aðalstarf sem Health Manager? Þú segir forvarnir, hvernig þá? Hvernig? Sko, þetta sem Health Manager, ég núna á mannusviði. Ég byrjaði sem flugfreyja og fór svo mjög fljótlega að kenna skyndihjálpina. Já, ég man eftir því. Já. Rugla kentir ekkert. Það getur verið. En ég vann sem flugfreyja 5 ár fyrir þá sem að hlusta. Þannig ég þekki þetta hverfi. Já. Og það náttúrulega mjög viðamikil skyndihjálpa þjálfun fyrir áhafnir, sérstaklega flugfreyjur og þjóna. Og ég hafði þá verið á bráðamóttökunni og verið að kenna endurlífgun inn á spítalanum. Og þannig ég leittist út í þessa kennslu og svo fekk ég stöðu sem Health Manager inn í flugdeildinni og þá var ég bara svona sinna flugfreyjum og þjónum eða áhöfnum. En svo í COVID-inu þá flutti staða minn yfir á mannusvið og þá ég bara svona styðja við allt starfsfólk. Okay. Og það þýðir að ég rauninni, við tökum þátt í öllum þessum heilsueflingaverkefnum sem eru alltaf frá ISI og lífsleipið og jólaðvinnin og allt þetta. En svo erum við líka með bara talsverta fræðslu
og þá ég svona aðeins með puttan í því þó ég sé ekki alveg hérna að sjá það frá A til Ö, þá maður svona að velja svolítið úr hvað viljum við leggja áherslu á, stundum höfum við verið með mánuði þar sem við leggjum áherslu á svefn eða næringu eða eitthvað slíkt en svo ég bara svona líka annar hluti starfsins, það bara svona styðja við starfsfólki ef það lendir í veikindum og þarf að aðstoð og þá ég líka styðja stjórnendur, hvernig geta stjórnendur hjálpa sínu fólki þannig að það svona snýstu það, en svo einhvern veginn ég líka ennþá að kenna skyndihjálpina og hvað búnað erum við með borð og kenna hann og allt saman, þannig að þetta mjög fjölbreytt og alls konar. Það skemmtilegt. En ef við tölum aðeins kannski þú veist, hvað þarf að hafa í huga, því að nú eru flugfreyjur og flugþjónar og flugmenn, þetta rosalega mikil vaktavinna og svona óreglulega vaktir og þá ég upplifði þess sjálf að það var í fyrsta skipti sem ég fann að minni heilsu fór að hraka og það kannski bara þegar maður vanur rútínu og reglu og allt í einu einhvern veginn breytist það. Þannig að hvað myndir þú ráðleggja fólki bæði í vaktavinnu almennt og svo kannski aðalega þessu fólki sem vinnur svona óreglulega vaktavinnu til þess að hugsa vel heilsuna, hvað þarf að hafa í huga? Ég held að sko þegar maður vinnur svona vaktavinnu þá þarf maður aðeins að hugsa jafnvel betur heilsuna af því að maður stundum að taka nætuvaktir þar sem maður líka með vegum að vera sofandi og svona. En ég hef verið mikið að pæla í þessu með vaktavinnu og dagvinna. Ég sjálf hef alltaf verið í vaktavinnu og elska það. Ég átti mjög erfitt með að aðlagast dagvinnu. Já, ok. Ég hugsaði bara ég fari bara í bónus og saman tíma allir aðrir og bara, mér fannst ég ekki fá me time og bara fleira. Þannig ég var mjög lengi aðlagast í. Og þegar maður spyr fólk sem í vaktavinnu, getið hugsað ykkur að vera í dagvinnu? Og það eiginlega svara allir bara flestir. Já. Nei, af því að það eru alveg kostir og gallar við þetta bæði, sko. Algjörlega. Já, varðandi vaktavinnuna þá þarf maður bara kannski að bara, eins og ég segi, hugsa vel heilsunum, maður þarf að hreyfa sig og borða hollt og passa svolítið upp á svefnin. Það rosalega mismunandi hvernig fólk vill gera þetta. Og mér fannst alveg ólíkt að vera í vaktavinnu í fluginu og spítalanum. Ok. Af því að í fluginu þá tökum við bara svona stöku nætuvaktir, það að segja þú fekst stöku nætuflug eða stöku heimferð frá Bandaríkjunum. En á spítalanum þá kannski tókstu bara svona sirpu. Já, nokkrar í röð. Já, og þar ertu líka stundum að taka kvöldvakt, morgunvakt og svona. Já. Og ég meiri sá tímabili þegar ég var með börnin lítil, þá fór ég svona nætuvaktarprósentu, það var eiginlega bara nætuvaktum. Og þá fann ég virkilega fyrir því að heilsun fór að hraka. Já, það var í hjúkrunni. Í hjúkrunni, já. Þá mér fannst ég bara hafa svolítið selt sál mína. Og fann að þetta hendaði mér ekki. Nei. En að blanda þessu saman, af því mér finnst alveg ég mikil aðmanneskja. Þannig mér finnst fínt að vera í rútinu, en þú veist, ég þoli alveg að hoppa yfir á nætuvaktir svona af og til ef það ekki of mikið. En það bara ég held að fólk finnur það bara hvað hendi því best, og það mjög mismunandi hvað fólk gerir til þess að fungera best, og við erum bara sérfræðingar í sjálfum okkur. Sumir vilja bara reyna alltaf að halda eins mest í rútínu og hægt Sumum, þú veist, ég held að við erum náttúrulega búin að vera í svona svolítið svefnbyltingu. Akkurat. Og við erum orðið miklu meðvitaðar bara hvað svefn mikilvægur og svona, og það ekki lengur þessi dyggð að sofa lítið og vinna mikið og allt þetta. Þannig að ég rosalega meðvituð það bara þegar það kemur gluggi, eins og þegar ef ég að fljúga og fer til Bandaríkjanna og ég fer kannski út og búin að hreyfa mig og svona, svo allt í einu kannski kemur þessu gluggi þar sem ég get sofna. Þá reyni ég að sinna því. Já, bara sofna meðan dagmennur fyrir leggja mig þá. Og þetta að sama með, ef maður var að fara nætuvaktir eða eitthvað, reyna að hvíla sig fyrir, af því að stundum það þannig í vaktavinnu að þú ert komið rosalega langan tíma þar sem þú ert búin að vaka. Já, akkurat. Og það bara, áhrif á hugsun og allt saman. Ég man þegar ég byrjaði þá
þurfti ég að sofa svo svakalega mikið. Þegar ég kom heim frá Ameríku þá kannski lagði ég mig og svaf næstu því 8 tíma, þá var dagurinn mér bara eiginlega búinn. En svo þegar maður búin að starfa við þetta lengi, þá fór maður einhvern veginn bara að fara á fætur upp úr hádegi og þá snýr maður ekkert sólarhringnum við, fór bara aftur að sofa á eðlilegum tímum kvöldið. En maður missir náttúrulega samt alltaf svefn. Þú ert aldrei að fá þína 8 tíma hverjum sólarhring einhvern veginn. Þannig að þetta svona, já, eins og þú segir, fólk kannski þarf bara að hlusta á sinn líkama og hvað það þarf. Já, og ég held að mjög margir gera þetta svona eins og þú talar ég gera það sjálf líka. Ég ekki að sofa allan daginn, heldur vakna ég bara háti, þú veist, jú, ég vissulega með skertan svefn þarna, reyndi að hvíla mig aðeins fyrir flugi líka, en það þýðir bara að ég verð rosalega þreytt og bara kvöldið og þá þarf maður líka bara svona að sína sér ákveðna mildi þennan dag. Veist, ég ekki að fara í einhver krefjandi verkefni og ég á það samt alveg til að sko að ráðast í alls konar húsverk og vera svolítið geðvönd og það alveg svona þekkt í fluginu að svona ákveðin svona Ameríkuþreyta þegar maður ekki upp á sitt besta á heimilinu. Og en þú veist, þá maður bara kannski þennan dag, þetta bara einn dagur þar sem maður að rétta sig við og jafna sig eftir Ameríkuflugið, en svo svo strangar hvíldarreglur í fluginu og þetta fannst mér líka munur varandi spítalan, að það borið svo mikið virðing fyrir hvíldinni og þú færð alveg, þú veist, næsta dag alltaf frí til þess að rétta þig við. En þá bara spurning hvort að sko, viðkomandi sé í alvörinu að hvílast. Maður hefur líka alveg heyrt það að fólk sé bara útöfnu í stoppum og svo dauðþreytt á leiðinni heim. Þú veist, maður það kannski líka að læra þetta og þetta held ég að kannski bara við nýliða. Þetta spennandi, allt nýtt. Það það og ég meina, það allt ógeðslega spennandi og gaman að skoða nýja borgir og allt þetta. En maður verður bara að hafa í huga, þú veist, þú átt eftir mjög krefjandi vakt. Þannig að, já, bara að koma og það langflestir sem gera það bara koma snemma inn og reyna að taka smá leggju fyrir flugi. Og svo skiptir líka máli, þú veist, hvað maður að borða og allt þetta og við vorum nú að tala áðan líka á maður að vera að borða á nóttunni. Þú veist, líka minn ásvöldi, þú veist, hann heldur að við eigum að vera sofandi. Þannig að ég segi fyrir mitt leyti og ég held að það sé svona flestir sem ráðleggja það að við ekki að borða einhverja risastóra máltíðir, ekki einhverja steik eða eitthvað heldur bara jafnvel bara eitthvað mjög létt. Mér fannst það kannski líka svolítið það sem var svona nýtt að því að þú veist, þegar maður að fara sérstaklega í stoppin þá fer maður kannski út að borða saman á höfnin og þá klukkan oft bara miðjanótt sem maður að borða einmitt steik eða eitthvað, kannski klukkan 3-4 nótt stundum ef maður að fara í mjög löng flug. Þetta held ég að hafa verið eitthvað sem maður líka með minningun nefn bara fekk bara hei, hvað í gangi, skilur og þetta á leiðinni heim frá Ameríku, þá verður maður bara þreyttur og þegar maður þreyttur þá kallar líka maður á kolvetni og þá fyrir maður að borða bagettu eða eitthvað, eitthvað svona sem að kannski ekki það besta næringi sem maður þarf á þessum tímapunkti en líka maður samt bara öskra á þetta, þannig að þetta nefnir bara spurning, hvað ráðleggið því eitthvað sérstakt eða bara hlusta á? Sko, við förum alveg svolítið yfir þetta á nýlega námskeiðinu, bara hvernig, þú veist, þú ert ekki að vinna á skrifstofu þegar þú ræður þig sem áhafnarmeðlumi. Þetta bara umhverju öðruvísi. Og eins og ég sagði þetta líka þetta með þrýstingin, að þú veist, ef þú ert að drekka mikið gos eða bara borða rosa mikið af baunum og ráu grammiti eða eitthvað, þá bara þenst maður út. Akkurat, þannig að maður þarf að huga þess að mataræðinu og það það sama með þegar þú kemur heim frá Bandaríkjunum þegar það nótt og ef þú ætlar að fara að borða eitthvað mikið þá þenst maður rosalega út líka. En ég fann það samt alveg líka þegar ég var að nætuóttunum á spítalinum, það bara erfitt að vera að borða á nóttunni. Meldingin, það bara svolítið slögt á henni og þetta verður allt eitthvað svona pínu eitthvað vitlaust. Líkamsklukkan náttúrulega kannski pínu að ruglast fram og tilbaka líka. Þannig að við förum alveg yfir þessar hluti í upphafi og þú veist, og svo náttúrulega reynum við líka að halda þessu, þú veist, með bara fræðslu og svona og þá erum við að tala þú veist, þetta með þurraloftið og það þessi þrýstingur og það minna súrefni líka. Þú veist, það bara eins og sem stattur upp á háu fjalli. Það eru líka alls konar skrýtnar hreyfingar í flugvélinu. Stundum bara getur fólk orðið flugveikt líka. Og stundum og oft getur verið svolítið hávaði. Þetta allt alveg gríðarlega áreiti
sem að fólk þarf aðeins að taka tillit til og maður svona þarf aðeins að venjast þessu og fá svona smá flugþól. Já, einmitt. Ég fann það sko líka bara munur á milli mismunandi tegund flugvéla þegar 737 komu. Ég fann maður var ekki eins þreyttur að vinna á henni bara örugglega því að var minni hávaði. Já, einmitt. Og kannski betra loft eða? Já, fólk segir það allavega að það sé finni mun. Og ég held að sé að miklu leit út að hávaðanum. Hann alltaf 57 eru rosalega mikil hávaði þeim sko. En svo eru margir að segja eins og 67, hún hreyfist bara öðruvísi. Sumir bara finna alltaf fyrir svona smá svima og bara hálgeri riðu, svona fyrstu skiptin. Einmitt. En ef við tölum bara farþega, minnst það líka svo áhugavert. Þú veist, kannski margir sem að hlusta tengja ekkert ef þeir ekki vaktavinnu eða hafa ekki unnið borðið flugvél. En hvað með eins og farþega? Þurfa þeir að hafa eitthvað sérstaklega einhverju varðandi ferðalögu flug? Mér finnst það sko. Og þar sem að fólk veit ekki og kannski, ég átta mig heldur ekki á. Það var til dæmis hvað svona medical atvik eru algeng borðið flugvélum. Og það á sér alveg svona ýmsa skýringar, þú veist. Fólk ofta kofa mjög illa sofið í flug. Bara, þú veist, sumir bara fara, ég vil ekki að sofa. Ég man að, eitt fjölskyldumönnum hjá mér, hún var alltaf svo upptekin að því að þrífa, að koma heim í hreint hús. Þannig að hún kannski bara hélt sig vakandi og þreif alla nóttina og kom svo bara döðþreytt í flugið. En alla jafna fólk kannski að vakna þarna miðanótt. Og það kannski, þú veist, verður smá röskuna og bara líka, þú veist, ef það að taka lyf á mótnana og allt þetta. Og svo kannski stress, þú veist, það þú veist, gegnum allan flugvöllinn og allt þetta. Og svo stundum, eins og lenskanir í setningu stundum, að fá sér kannski drykk. Og það náttúrulega kannski mjög svona skrítið fyrir líkamann að byrja á því klukkan 6 á mótni. Eða fyrir flesta allavega. Og svo kannski kemur það borð og þú veist, og þá það kannski ekki búið að borða almennilega, þú veist, og það og svo kemur það í þessa kannski þessa í þetta umhverfi sem alveg krefjandi fyrir líkamann. Og bara þú veist, þeir sem eru með lúnasjúkdóma og svona, þeir stundum bara þola ekkert alveg að vera borð á þess að nota súrefni, þannig að sumir þurfa bara að panta sér súrefni til þess að hafa. Þannig að þetta alveg svona krefjandi aðstæður. Fólk fær oft bjúg þegar það í flugi. Hver ástæðan fyrir því? Það hreyfingarleysi eða? Sko stundum, með fæturnar, þú situr mjög lengi og þá bara, þú veist, þá stoppast í rauninni og þú sérstaklega það eins og bara, ef þú ert í löngu flugi og þá ert svolítið bara, situr bara alveg kjur og sumir mitt bara drekka ekkert og alltaf bara, þú veist. Já, þín en ekki standa upp og fara að pissa og tröfla einmitt nákvæmlega. Já, og það mér þess að, þannig að það í mjög löngu flugi, þá gæti til dæmis verið bara aukin á þetta og blóðtappa og svona. En og það mér þess að svolítið, fyndið þegar ég sá það að það var aukin háætta eða þú værir í gluggarsæti. Af því að þú vildi mitt ekki ónáða þann sem maður situr við hliðina þér. Akkurat. Þannig en maður þarf alveg til þess að fá ekki bjúg, þá þarf maður að drekka vel líka. Já. Og standa reglulega upp og allt þetta. Og þannig að maður svona, ef maður ætlar að bara fara vel í gegnum þetta, þá þarf maður aðeins að spá í þessa hluti. Já. Þannig að fyrir ferðalag reyna þá að sofa fara þá kannski fyrir að sofa en það náttúrulega flestir að klára að pakka langt fram á nótt og vakna svo eldsnemma en kannski bara hafa það í huga ef að því líður ekki nógu vel í ferðalagi þá að reyna að sofa bara fyrir að sofa. Já, og hafa það líka alveg í huga, þú veist, ef að fólk veikt að fara ekki veikt í flug. Já, ok. Hvernig þá veikt? Bara ef að þú ert með hita eða uppköst eða ert með slæma flensu til dæmis, þú ert mjög kvefaður með slæma flensu þá hefur þessi þrýstingur og bara ferðalagið bara mjög vond áhrif og þú getur bara fengið ennis og kynhólu sýkingar og fleira. Þannig að þú veist, og það það sem að við erum ofta áttum við ykkur ekki á því við hörkum þetta á okkur en svo erum við bara komin í umhverfi sem alveg svona smá krefjandi.
En ég held að það sé líka þessi ástæða sem ég var að segja að, þú veist, að það algengt að sé eitthvað medical borð. Það líka stundum það bara fólk allar að harka af sér og fyrir vikt í flug. Það kannski ætla sér að komast heim. Já, akkurat. Já. Og það gerir sér ekki grein fyrir því að, þú veist, þið líður kannski illa á jörðinniðri. Hvernig líður þér þá þú ert komin upp í þessi hæð með alla þessa krafta sem vera að verki? Fólk líka hugsa þetta kannski sem tapað fé, þú veist kannski að kaupa nýjan flug með það. Já. Fólk harka náttúrulega ímyndilegt af sér og glóta því. En það líka, þú veist, ég menn læknisvottorð, þú getur fengið það og svo flugfélögin aldrei vilja frekar að þú farir seinna heldur en að það verði veikindi borð. Akkurat, einmitt. Ég hef alveg lent í því sem áhafnameðlumur að það kom upp svona einhver alvarleg atvik og það ekki skemmtilegt fyrir neitt. Farþegar allir stressaðir og náttúrulega áhafnin sem betur fyrir við þjálfið í ýmsu og ótrúlega hvað oft læknir borð. Já. Eða einhver svona heilbrigðisstarfsfólk. Og það alveg ótrúlega flott hvað allir hjálpast að og það ótrúlega ótrúlega flott starf hjá áhöfnum en þetta bara frekar algengt og en svona alvarleg atvik samt eru sjaldgæf en svona minniháttar við alveg við þekkjum það alveg vel en þau fá góða þjálfun en þetta þú veist, þetta erfiðara heldur en þú ert ekki bara að kalla sjúkrabíl sem kemur eftir 5 mínútur, þú ert borðið flugvél. Akkurat, ég held að fólk gleymi því stundum. Þannig að það líka eitthvað svona sem að fólk þarf að fyrir huga eins og við að tala þú þarft að reyna að sofa vel og ef þú ert veikur, ekki fara, þú veist, í flugið. Reyndi þá bara að endurbóka og yfirleitt nú skilningu fyrir því. Og svo það bara, þú veist, að vera líka að fylla svolítið á vökvabyrðarnar að þeir, þú veist, loftið mjög þurrt og maður lendir svolítið í mínus í vökvaballasunum. Kannski bara hvetja fólk til þess að vera duglega að drekka daginn áður líka eins og maður gerir fyrir keppnir. Já, eins og fyrir hlaup og svona. Það er maður að fylla á steinefni og saltbyrðarnar. Já. Og það sumar einmitt, sumir áfnameðlumir alltaf með svona sportdrykk eða eitthvað svona sölt með sér. Unbroken eða eitthvað. Já, eitthvað svona. Já, einmitt. En eftirflug, þú veist, farþegar, þegar þú ert komin úr flugi, þá eitthvað sem að þú getur gert til þess að fylla á tankin ef að þú veist, til þess að, hvað segir maður, því að eins og þú segir, oft upplifir fólk að það sé að verða lasið eftir ferðalög. Já. Eitthvað hægt að koma í veg fyrir það? Ég myndi bara, þú veist, ég held að bara þessi góðu gildu ráð séu bara, þú veist, pæli svolítið hvað þú ert að borða og allt þetta, en bara halda áfram að vökva þig svolítið. Þú veist, að það ekki alveg bara ekki bara á meðan, heldur líka aðeins eftir á að þegar maður aðeins í mínus og svo nota ég bara svona saltvatn líka til þess að gefa slímhúðinni raka og þú veist, sumir eru með svona raka sem spreyja bara í framan og svo leis þannig að það bara svolítið raki og vökvi svo það bara, þú veist, að sína sér líka eins og ég segi mildi að vera kannski ekki að plana of mikið fyrsta daginn og þú veist að því að svona ferðalag alveg, maður verður þreyttur sko farið gegnum alla flugvöllina, alla raðirnar og allt þetta sko það tekur alveg á en annars sá ég ekkert eitthvað svona töfra ráð sko Nei, það bara eins og að halda góðri heilsu, það ekki töfra ráð til þetta bara það ekkert hugað mörgum þáttum það ekkert quick fix í þessu maður bara, ef maður bara þú veist, að pæla í þessu og maður bara gera sitt besta svo bara reynir maður að aðlagast þeim stað sem maður á og því verkefni sem maður að sinna og ég meina alveg stundu krefjandi mitt, þú veist, ég til dæmis á alveg erfitt með að sofa lengi þegar ég út í Ameríku en mér finnst bara rosalega mikilvægt að til dæmis þá bara vakna í snemma og geri ég það bara en fara að hreyfa mig það eitthvað við það bara að svitna almennilega og hreyfa mig og svo finn ég bara þessi gluggu kemur og þá reyni ég að svara kallinu og reyna að sofna Já, og það náttúrulega hlýtur að nákvæmlega sama við með flugmenn þú veist, þetta náttúrulega allt öðruvísi þeir eru kannski meira hugrænu starfi mikið einbeiting og athygli meðan flugfröðunar og þjónarnir eru á þeytingi allan tíman það er líka krefjandi að sitja kjur svona lengi mjög Já, þannig að hvað myndir þú segja bara sama fyrir alla aðila já, bara hvíla sig og allt þetta
og ég meina, ég líka rosa hrifin af svona slökun og svo les, ég meiri þess að stundum og þegar ég var að vinna bara sem flugfreyja, þá tók ég stundum bara með mér svona slökun að dínu og var með svona nature sounds og veist, að ég átti ofta erfitt með að sofna því ég var svo föst í mínum takti sko. En það sem að kannski flugmenn líka þurfa að pæla í það er að standa reglulega upp og hérna að því svona kyrrseta, hún er ekki holl. Sumir sem hafa svona sagt að sitting is the new smoking. Já. Þannig að hérna, og það er ótrúlega sko, að ég hef alveg unnið svona líkamlega krefjandi störf bæði á spítalnum og svo í fluginu og svona. En hérna, en fyrsta skipti sem ég var fyrir einhverju svona meðslum, það var í skurðstofustarfinu. Það var bara músin, hérna, það var í öxlinni. Já, þannig að hérna, mér finnst það mjög fyndið. Þannig að það er bara, en það er, ég bara sýnir manni það, þú veist, og ég finn alveg fyrir því að, þú veist, þessi kyrrseta, hún er ekki góð fyrir mann. Og það er alveg svona kostur að vera á hreyfingu, að vinna þannig starf. Algjörlega, ég er 100% sammála því. Ég hef bara ekki unnið starf þar sem ég þarf að sitja. Nei. Það er forréttindi kannski. Já, bara á heppin. En þú veist, svo þarf maður líka bara aðlegast því sem maður vinnur við. Þannig að núna er ég í svona, hérna, skrifstofustarfi, en maður bara þarf að vera með þetta að standa stundu við skrifborðið og taka sér, hérna, pásur og nota stigana og, þú veist, fara á klósetti á næstu hæð og eitthvað svoleiðis. Maður þarf að vera pínu svona kreatífur í þessu. Og svo náttúrulega bara, hérna, hef ég til dæmis bara, hreyfi ég mig mjög mikið utan vinnu. Svo nú komið alls konar stóla, jóka og eitthvað sem þetta er að gera sitjandi og alls konar svona sem þetta nýtir og teyjur, gera við skrifborðið eða við flugstýrið. Já, algjörlega, frambúðið er bara endalaust. Og það er það sem ég finnst svo frábært líka eins og í fluginu, þú veist, og þegar þú ert á ferðalöfum, þá getur þú alveg tekið æfingu. Þó sért ekki þinni gymmi eða hvað. Og ég til dæmis, hérna, ég byrjaði að hlaupa þegar, hérna, börnin voru ung, af því að það hafði ég bara ekki þennan tíma til þess að fara í líkastastöð. Fann bara, þú veist, ég gæti bara farið út í hálftíma 40 mínútur og þá, hérna, var ég bara búin að taka góða æfingu á þeim tíma og komið strax heim. Og þetta hef ég gert líka og ég ger þetta alltaf, þú veist, þegar ég fer í frí eða ferðalög eða er að fljúga, þú veist, maður getur bara alltaf hlaupaskona með og þá getur maður hreyft sig. Eða taka jóka bara inn á hótelherbyggi, sko. Já, einmitt. Það er alveg hægt. Já. En að því er ofur að tala líkamsklukkuna, maður sé að ringla með hana fram og tilbaka. Sko, melatonin það er mikið rætt þetta, það getur hjálpa fólki að snúa aftur við sólarhringnum. Hvert er þitt álit á þessu? Hefur þú verið að taka melatonin eða? Ég prófaði það alveg, sko, og hérna, en svo bara hætti því og ég bara, hérna, af því að, þú veist, ég náði bara einhverjum takti sem að ég var ánað með og gat unni með og gat bara jafna með eftir það. En hérna, ég held að séu margir sem að, hérna, er að nota þetta og svo leys. Og ef þetta hjálpar, þá bara að gera. Það er alveg erfitt líka, skilurðu, að vinna vaktavinnu og það er, þú veist, og sérstaklega þegar maður eldist og kannski á erfiðara með svefn. Ég finn alveg, þú veist, ég er viðkvæmari, ég er nú bara í kringum 40, en maður er orðið viðkvæmari. Þú veist, ef maður vaknar á nóttunni þá stundum er að vera að sofna og svona. Þannig að, hérna, fólk verður bara að finna hvað henta því. En ég hef engar sérstaklega skoðun á þessu og bara er engin sérfræðingur þó ég hafi rosa mikinn áhuga á þessu. En, já. Nei, það er bara svo skiptar skoðanir á melatonin. Já. Það sem aðalega sem að kannski maður hefur heyrt og svona verið ábyrjandi í umræðinni, það er kannski líka styrkleikinn. Akkurat, taka bara 1 milligram, það er alveg nóg. Já, það er að, þú veist, kannski, þú veist, það voru alveg, þú kannski getur fengið eitthvað rótstert til dæmis í Bandaríkjunum. 10 milligram, klikk. Já, og þá ertu kannski aðeins að, hérna, og það bara verið að sína fram á það að það hafi bara engin umfram áhrif og jafnvel kannski ekki gott. Já. En þetta er kannski betra bara fyrir farþega sem ferðast ekkit oft til þess að snúa við líkamsklukkunni. Þetta er kannski vont að þú ert alltaf að taka þetta og fyrir að stóla á þetta eða þú ert í vaktin. Ég veit það ekki. Þetta eru bara góða pælingar, sko.
ég ekki með svari við þessu. Nei, en það er þetta bara svona að vera umræða á spjall og kannski bara þín reynsla og svona þína pælingar. Já. Sko, við erum náttúrulega búin að svolítið að svona fara út um allt, hvað var einu í annað, en mér langaði bara svolítið að spá kannski bæði varandi farþegana, hvað þeir geta gert og svo þetta varandi áhafnirnar og mér finnst við alveg búin að svara svona flestu spurningum. Kannski bara, þú veist, að þið voru búin að tala um loftgæðin og þú nefndir eitthvað áður við fórum að taka upp með smitsjúkdóma. Já. Að það er ekki eins og fólk hélt. Hvað lærðu þið á COVID? Já, við lærðum svo ótrúlega mikið í COVID. Að það er í rauninni bara að smitsjúkdómar þeir dreifast mjög illa borð í flugvélum. Og þú veist, þegar það er einhvers svona faraldur í gangi þá er vissulega áhættur í ferðalæginu en það er þá meira kannski á flugvöllunum, skilurðu. Og heldur en í flugvélni. Af því í flugvélni þá bara eru svona síur sem að sía út veirur og bakteríur. Svona heita HEPA-filterar. Og svo eru bara loftskiptin svona rosalega þú veist, 10 sinnum öflugri heldur en bara er inni í þessu herbyggi. Og svo er líka loftflæðið, hvernig það kemur niður. Meðfram hliðunum. Meðfram hliðunum, upp og meðfram hliðunum og út niðri. Þannig að það líka hvernig loftið kemur inn og fyrir út og svona, að þá er þetta bara þannig að ef einhver hóstar og þeir Boeing og fleiri gerðu bara mjög svona, hermilíkun og rannsóknir á þessu. Og þá bara sýndi sig að bara flugvélar eru hannaðar þannig að þetta er ekki að dreifast. En samt heyrir maður svo oft, fólk segir bara ég var alltaf veik þegar ég fyrir flug. Og það er bara svolítið að ruglast á því að það er svo þurrt loftið og það bara verður svolítið stíplað og verður bara illt í hugunum kannski og allt þetta. Þannig að maður bara, ef með einhverja mótvægis aðgerðir við því, að þá getur maður alveg komið mjög hress. Já. Þannig bara vökva sig. Já, algjörlega og raki og eins og ég segi líka bara með saltvatni nefnsprey og svoleiðis. Ég mæli með því. En hvað er heilsa fyrir þér? Bara svona almenn heilsa þegar ég spyr alla þessu. Það er í rauninni bara, mér finnst þetta er mjög stór spurning en já, það er bara verið einhvers konar jafnvægi og sátti sjálfa sig, held ég. Og bara líða vel. Og það er, þú veist, maður getur verið bara alls konar og glíma við alls konar en að vera í einhvers konar jafnvægi og sáttvísi. Og bara já, ég held það. Finnst þér skilgreiningin þín og heilsu hafa eitthvað breyst með árunum? Eða þú hugsa 20 ár tilbaka? Já, algjörlega. Og bara, þú veist, mikilvægið þess og svona. Og maður finnur það bara, þú veist, eftir því sem maður eldist að þá getur maður gefið minni afslátt að því að hugsa heilsuna. Nú þarf ég bara að vanda mig, þú veist, og ef mér á að líða vel, þá verð ég að hugsa svefnin, næringuna, að hreyfa mig og allt þetta. Og líka að vera í góðum félagslegum tengslum, hlæja og svona, rækta það líka. Og svo er eitthvað sem að ég tók svona smá kúrs í jákvæðri sálfræði líka. Og þá lærði ég svo mikið svona, mér fannst það svo gott að fá svona smá skilning á bara svona viðbrögðum þegar maður er kannski bregður eða verður skyndilega reiður, þú veist, að þá er þetta bara svona lífelsfræði viðbrögð sem við getum alveg svona tóna niður með öndun og svo leis. Og og þar lærði ég líka svolítið þakklæti, að vera þakklátur. En mér fannst þetta mjög skemmtilegt að læra aðeins meira þú veist, að því ég er nú hjúkrunarfræðingur og bara mjög mikið fyrir lífeðlisfræði og allt þetta. En þetta líka varandi tilfinningarnar, þegar við verðum fyrir svona, þegar við reiðumst skyndilega, þú veist, hvað að þetta sé bara lífeðlisfræðilegt. Og hvað við getum gert til þess að, þú veist, eins og maður er í umferðinni og það er einhverju svínar á þig og þú verður bara allt innu brjálaður, bara, og hvernig ætlar maður að ná sér niður, þú veist, bara, bara viðkomandi bara sá því ekki örugglega, þú veist, allt þetta, en bara, og mikið sem að, stjórnast að öndun líka, að maður getur, þegar maður er mjög stressaður, að maður getur reynt að ná svona tökum aftur á líkamann. Það er eins og líkamann sem þú verður bara andsettin. Þegar maður verður bara í miklu tilfinningalegum uppnámi
eða maður verður mjög stressaður. Og ég fann það alveg í fyrstu skiptin sem ég var að bregðast við á spítalanum sem hjúkrunarfræðingur og lenti í einhverju svona bara, einhverju bráðatilfelli. Þá fann maður bara hvað maður átti erfitt með alla fínhreyfingar af því að allt blóðið var bara í vöðvunum, ég átti að vera að hlaupa, bara undan ljóninu. Já. Og bara draga upp lyf og svona fína hreyfingar, það var bara mjög erfitt. Þannig að þá þurfti maður bara svona aðeins að taka nokkur andadrætti og ná tökum aftur á líkamanum. Þannig að hann var bara svona pínu andsetin. Áhugavert. Gott kannski að segja frá þessu að því að ef einhver á eftir að lenda einhverju erfiðum atvikum þá svo mikilvægt að hafa heyrt þetta. Þetta nefnilega svolítið, ég tengi þetta svolítið við skyndihjálpina líka. Þetta, og ég tek eftir að fólk gera oft svo mikla kröfur á sjálfa sig að það bara eftir að bregðast strax rétt við og bara það hafi ekki tíma til þess að hugsa sig aðeins eða bara kasta augum á vettvanginn, hvað að gerast hérna? Að við höfum alltaf, við getum alveg bara aðeins dreigið til andan og bara ok, nú ætla ég aðeins að ná í rökhugsunina og reyna að ná stjórn á mér. Og þetta ógeðslega gott held ég fyrir fólk að vita það að að það ekki, þú þarft ekki bara að gera alla hluti strax og þú hefur alveg tíma til þess að spá aðeins. Akkurat. En að því varst að tala hvað félagslega heilsan skipti máli, þá var mér hugsað hvað að því að nú þekki ég flugfreyjustarfið og þetta örugglega svipað fyrir þá sem sitja fram í að þetta er svo sérstakt starf að því að við hittum nýja samstarfsfélaga í hverju flugi. Ég veit ekki hvort allir viti það. Þú ert eiginlega aldrei að vinna með sama fólkinu og þetta er svo skemmtilegt, maður fær að kynnast svo ofbáðslega mörgum og maður einhvern veginn hefði haldið að þú kynnist bara einhverjum einum í einu flugi að það yrði svona yfirborðskennt en það er einhvern veginn ekki þannig. Nei. Það er ótrúlegt hvað maður hefur átt djúpar samræður, bara hálfan sálfræði tíma liggur við að leiðinni heim frá Ameríku þegar allir farþegarnir eru sofnaðir. Mér finnst þetta svo dýrmætt, þetta gefur manni svona eitthvað félagslega, ég veit ekki hvort þú upplifir þetta saman. Jú, bara algjörlega og bara heilt yfir, bara svo frábært starfsfólk og mér fannst ég alltaf vera að kynnast einhverjum geggjum típum og læra líka. Það er eitthvað sem að mér finnst svo mikilvægt. Það er bara að vera alltaf að læra. Ég er alltaf stanslust einhvern veginn svona að grúska. Já. Var einmitt að skrá mig núna í 2 áfanga í háskólanum. Ok. og Þú verður að Georg Bjarnfreðsson bara. Nei, ég er ekki mikið í gráðunum kannski, en svona meira sjálf að grúska eitthvað en og það hefur alltaf svona konur og kvenheilsa og svona hefur svolítið svona kallað á mig, þannig að ég er einmitt í áfanga konur, heilsa og heilbrigði. Ok, en áhugavert. Já, mjög áhugavert. Nei, skemmtilegt. Já. En já, mér finnst þetta bara dásalegt hvað maður er alltaf að hitta frábært fólk og geggjaða týpur sem er að gera eitthvað ótrúlega spennandi og mér finnst ég alltaf læra því líka. Já. Og og þetta er náttúrulega rosalega margir. Já, það voru 1000 flugfreyjur þjónar þegar ég var að vinna þarna. Það sé svipað í dag? Já, meira sko. Ég held að sé bara kringum, flotinn, hann er örugglega bara kringum 2000. Vá, einmitt. Þetta er miklu fleiri. En svo hafa, en sumir hafa litið þetta líka sem svona finnst erfitt, sem að þú átt ekki eitthvað svona vinnukrú bara, þú veist, sem þú ert alltaf að fljúga með. Kannski er þetta meira bara svona, svo hittur við kannski værum að fljúga saman og áttu bara geggjaða ferð, kannski til Bandaríkjanna og kynntustu vel og svona. Svo kannski hittust við ekkert fyrir aftur eftir 2 ára eða eitthvað. Og fljúgum við ekkert saman. Já. Þannig að en margir hafa verið í svona flugfreyjum og þjóna hópum. Það er að segja, voru saman á námskeiði eða fóru saman í einhverja ferðir eða verkefni. Þannig að það er alveg hægt að fólk er alveg að tilheyra einhver svona hópum þó að það sé ekki að vinna alltaf með sama fólkinu. En mér verður ógeðslega góður í líka bara svona, þú veist, að kynnast fólki og svona. Algjörlega. Ég fyrstu 2 árin þá var í sumarfreyja. Já. Og eftir það, fyrsta veturinn sem ég var ekki í skóla og ekki að fljúga, þá stofnaði ég hóp sem heitir Fit to Fly. Já. Sem var, og þau eru ennþá að æfa í sporthúsinu í Kópavogi þó ég sé ekkert lengur viðráðin. Í alvörinni. En það er ógeðslega skemmtilegt því að það er fullt af fólki, bæði flugmenn og flugfreyjur sem eru ennþá og hittast þá oft í viku. Algjörlega, ég hef oft heyrt um hann hóp, ég veist ekki að þú hefði stofnað. Geggjur. Þetta voru fyrst 2 hópar sko. Já.
vanir og byrjendur og svo samanst þetta bara, svo bara alltaf, sumir eru búin að vera bara næstu frá upphafi, sko. Já, sko, ég verð líka að segja það, mér finnst áhafni vera rosalega dugleg að hugsa vel heilsuna. Og þau eru í alls konar, hreyfingu og prógrami og það er rosalega mikil meðvitund að því ég held að þú veist, það er bara meðvitund það að þú ætlar að eldast vel í þessu starfi, þá þarftu að hugsa þess meira heilsuna. Það gerir kröfu til þín alveg. Já. Og mér finnst bara, þau eru bara rosa mikið að jógakennurum og bara fullt af fólki sem er að gera frábæra hluti, sko. Já, þetta er skemmtilegt starf, sko. Þó að ég hafi hætt, þá var það bara aðalega því að þetta rútínu leysi hentaði mér ekki vendilega. Nei, sko. Einmitt, nákvæmlega. Þetta er bara svo mismunandi. Já. Þetta eru kostir og gallar. En starfið sjálft er mjög skemmtilegt, þetta finnst mér. Kynnast svo mikið inn í fólki og sko nokkrar af mínum bestu vinkonum í dag er einhver sem ég kynntist í gegnum flugið, sko. Einmitt. Það minnst það svo dýrmætt. Já, og það er bara talandi félagslega heilsu, bara hlæja og hafa gaman í vinnunni. Vist, þetta bara skiptir svo miklu máli. Þú eyðir svo stórum hluta af lífinu í vinnunni, það er eins gott og hún sé skemmtileg. Akkurat. Og það hefur alltaf verið svona, ég hef verið til dæmis mjög duglega að breyta til, að því ég þarf alltaf áskoranir, ég þarf alltaf svona að hafa hlutina svona smá krefjandi. Þannig að ég fór bara innan heilbrigðiskerfisins, þá fór ég alveg á marga staði, en það fannst mér líka, reyndist mér svo vel af því þá fekk ég svo breiða þekkingu. Þannig að en stundum hef ég alveg bara hrist hausinn yfir mér, bara hvað er ég komin mér út í núna og þú veist, alltaf einhvern veginn nýliðinn og þú veist, en það er bara gaman að breyta til. Já, kynnast nýju fólki, nýjar áskoranir og allt þetta. Og bara og leiðu það hættir að vera gaman að þá bara þarf maður að róa á nýju ævintýri. Já, finnst þér margar freyjur og þjónur sem hætta, finnst þér koma aftur? Já, mér finnst það. En það er bara einhver tilfinning, ég er svo mikið með neina tölur á bakvið það. En mér finnst bara, þú veist, það er, ég held að sé alveg svona óvinni lítil velta af því að fólk er rosalega ánægt. Það er kannski, það eru margir búin að mennta sig í alls konar. Akkurat, margir voru í háskólanum á meðan, eða eru. Já, en bara einhvern veginn, þetta er svo skemmtilegt starf. Og það eru margir sem að, þú veist, skilja það ekki. Nei, en ekki fyrir þú hefur bara prófað þetta. En fólk sagði bara, er þetta ekki bara te og kaffi? Já. Fannst þetta bara að vera það. Þess að við varum þjónustu, það var eini hluti starfsins. Einmitt, en þetta er bara svo miklu, miklu meira. Og þetta er náttúrulega fyrst og fremst öryggisstarf. Já, akkurat. Og þú þarft að kunna, þú veist, skyndihjálpina og þú þarft að kunna slökkvaelda og þú þarft að kunna, þú veist, þannig að þú þarft að vera líka við heilbrigðismettaður og slökkliðsmaður og lögreglumaður og sálfræðingur og alls konar, þú þarft að setja á alls konar hatta. Akkurat. Þannig að það er aldrei í framtíðin að vera áhafnalausar flugvélar með sjálfsölum og það er því að þetta er svo mikið öryggisstarf. Nákvæmlega. Ég er alveg sammála því. Það er alltaf þarf að vera einhver til þess að bregðast við ef eitthvað kemur upp á. Af því að við erum búin að tala það, þú veist, þetta er alveg umhverfið sem að leggur smá á líkamann. Og kannski minnst starfsmannavelta hjá flugmönnum af því að þetta er svo langt og strangt nám og dýrt og það er kannski... Já, mikil svona commitment þar, sko. Já, það ekki. Jú. En það er alveg að komir óvart líka, bara það er lítil starfsmannavelta og fólk bara er rosalega ánægt og þrátt fyrir það að fara og mennti sig og kannski vinni við eitthvað annað í smá stund og kemur það oft aftur. Það er bara, er einhver sjálf við þetta. Já, það er þannig. Já. Og mér fannst til dæmis fyrir mig, þá fannst mér þetta bara rosalega léttir að því ég fór úr rosalega erfiðu svona bara umhverfi. Ég var búin að vera, fyrst var ég hjúkrunarfræðingur bara út á landi þar sem að ég var mikið að sinna krabbameinssjúklingum. Svo var ég á bráðamóttökunni þar sem að maður var bara svona með fólki á þeirra erfiðustu stundum og það var svona ákveðin léttir að vera bara svona einhverju jákvæðu umhverfi þar sem að flestir voru bara glaðir og voru kannski að fara í ferðalag og það var svona léttur andi, þú veist. Og svona jákvætt. Já, mér fannst eitt rísakostur
var að þegar maður kom heim og klæddi sig úr uniforminu, Já. þá var maður bara algjörlega búin í vinnun. Já. Það er enginn eitthvað að ringja og spyrja út í eitthvað mál eða eitthvað eins og þeir sem vinna skrifstofinu. Einmitt. Einhvern veginn maður ekki að svara einhverju tölvupóstum eða þú ert bara komin heim, þá ertu bara búin í vinnun. Já. Það fannst mér svona þetta andlega álag var minna. Algjörlega, en það er svona líka, meira líkalega krefjandi og það er þessi vaktavinna líka sem að þú veist, er ekkert góð fyrir heilsuna, þú þarft að hugsa betur heilsuna ef þú ætlar að eldast vel í þessu. En það er klárlega minna svona, já, andlegt álag, þar að segja, það er ekki eitthvað svona, þetta er ekki, situr ekki herðunum þínum og ég á eftir að gera þetta, ég á eftir að svara þessu tölvupósti, hvernig á ég að gera þetta, þú veist, það er svolítið svona, við vorum að tala um það vinkonundar daginn, það er svolítið eins og þegar maður var í skóla, þá hlakkaði manni svo til að fara í vinnu og þurfi ekki alltaf að vera með eitthvað svona verkefni á herðunum. En svo er það bara pínu þannig þegar maður er með tölvupóstin. Þetta er líka bara orðið svona erfiðara, sérstaklega, þú veist, með skrifstofsstarfið, að finna þetta jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Læra að setja sér mörk. Já, af því að þú veist, með þessu sveigjanleika sem við erum komið með, að þá að vinnan er stundu komin líka inn á heimilið, þú veist, þannig að þetta er alveg tvíekisverð. En sko að því vorum ekki að tala um COVID áðan, er eitthvað sem breyttist varðandi starfið eftir COVID? Hann alltaf breyttist rosalega mikið í COVID-inu sjálfu, bara þá og þetta var alveg svona pínu skeri að starfa við flug á þessum tíma, þegar það var bara eitthvað svona lítið vitað þetta og hvernig smitast þetta og það bara var mikið hræðsla. Og þá þurftum við að vera bara svolítið duglega að fræða og upplýsa og ég var í miklu sambandi við yfirvöld og fór sjálfa í smitrakningateymi líka. Bara svona eiginlega til þess að ég myndi hafa betri þekkingu. Og þá gerðum við það þannig að við sagt, bara eftir því sem að faraldurinn jókst að þá minnkaði allt svona öll samskipti við farþega. Allt kontakt, þannig hægt og hægt fór bara út öll þjónusta. Og þetta voru bara öryggisverðir borð. Og allir með grímur og það er rosalega, þú veist, maður fann það alveg að því það er hávaði borð í flugvélum. Hvað maður stólar mikið á varirnar. Varalestur. Já, þú veist, það eru bara einhver svona vísbendingar þarna. Maður notar greinlega það svolítið til þess að heyra. Þannig að fólk heyrði illa á allt þetta þegar allir eru með grímur. En svo bara, þú veist, eftir því sem við lærðum meira og svona og þegar við höfum sjálfströðs til að þá fór þjónustan hægt og bítandi að komast á aftur. Og í dag er þetta bara algjörlega orðið eðlilegt. Eina sem það er ekki lengur svona sala borð á hlutum, svona sagashopp. Og maður sér það náttúrulega meira að fólk er að nota grímur, þú veist, sumir, svona einn og einn. Að þú veist, áður fyrir var að deila bara enginn, skilurðu. Og kannski sumir frá Asíu sem að notuðu grímur en og svo kannski þú veist, já, sér maður að sumir eru með svona klúta og alls konar, þannig að ég held að kannski bara svona fólk var meira meðvitað hreinlæti yfir höfuð. En það er svona eina sem að sem ég get sett fingur á. Það er allt orðið einhvern veginn eðlilegt aftur bara. Já. Við erum búin að gleyma þessu tíma. Þetta er svo skrítið. Svo er maður samt, þetta er svona eins og tímatal fyrir og eftir COVID. Já, ég er alveg sammála. Þetta rennur allt í eitt, þetta tímabil. Og þetta var alveg mjög krefjandi fyrir fluggerann. Farþegar náttúrulega urðu hræddir að fljúga og allt svona. En það sem að gerðist, það var svolítið áhugavert að það var eiginlega engin medical atvik. Af því að þú veist, það var bara fólk sem var algjörlega hraust sem var að fljúga. Þannig að allir sem voru með einhver áhættu þætti eða eitthvað slíkt, að það fór ekki í flug. Áhugavert. Og það er það kannski líka eins og ég talaði áðan að svona medical atvik eru algeng og eru alltaf aukast. Það er líka út af því að þú veist, við erum bara eldast og erum að lifa með alls konar króniska sjúkdóma. En við látum það ekkert stoppa okkur og erum bara að skoða heiminn og það er bara frábært. En það er kannski bara mikilvægast, þú veist, mikilvægasti punkturinn í þessu bara samt, ef maður er veikur að fara ekki í flug. Það er svona stærsta mikilvægasta sem fólk getur tekið út úr þessum þætti.
Já, og kannski líka þetta með bara, þú veist, að áðurum að fer í flug, að hugsa svolítið að svefnin og vökva sig og hvað maður að borða borð líka, þú veist, að vera svona ekki að þamba áfengi eða gos, þú veist, það ekki gott. Bara drekka vatn, það langt best. Ja. Og já, ég myndi bara segja það. Æðislegt. Erum við þá ekki bara búin að spanna flugheilsu nokkurn veginn? Er það ekki bara? Ég held að. Það eru örugglega að finna fleiri svið sem við erum að gleyma. Algjörlega. En svona, ég vona allavega að þeir sem eru að hlusta hafi svona fara að hugsa sér betur áður en þeir fara að ferðast eða þeir sem eru þá að starfa í þessu. Svona að spá í hvað það skiptir rosalega miklu máli að hugsa heilsuna. Já. Og byrja strax, ekki bara þegar maður er fertur og farin að finna að, þú veist, þurfum við að hafa fyrir því, sko. Já, af því að þetta eru bara svona, það stýst svo mikið svona venjur sem maður bara byggir upp og þá þetta orðið bara svo eðlilegt og bara þá eins og í dag að þá bara, þú veist, þarf ég bara að hreyfa mig, þetta bara til þess að líða vel og maður bara mjög meðvitaður það. Þetta engin kvöð, þetta í rauninni bara alveg svo ég bara tampistu mig eða klæði mig og þá þetta bara svona sjálfsagðar hluti. Akkurat. Hluti á rútínunni og venjónum. Það ekki. En bara takk fyrir að gefa þið tíma fyrir að koma og spjalla aðeins við okkur. Það er lítið, bara takk fyrir að bjóða mér. Og ég hvet alla til þess að fylgja hlaðvarpinu með lífið í lúkunum á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum því þá sjáu þið nefnilega þegar næsti þáttur dettur í loftið. Og ef þú ert á Instagram, endilega fylgdu Heilsu Erla.